Takk fyrir það, Bjarni. Á svona hátíðastundu eins og núna, þegar klúbburinn á 40. árinu og 25. galadinnirinn í uppsiglingu, það gefur að skilja að honum koma margir einstaklingar. Þetta eru tugi matreiðslumanna sem hafa undanfarna mánuði lagt sig fram við að reyna að búa til eins glæsilega veislu og hægt er. Mitt hlutverk hérna í kvöld í raun og veru að hjálpa ykkur gestunum. Ég í raun og veru einhvers konar tengiliður frá kokkunum sem eru jú listamenn, snillingar eða hvað sem við köllum þá og yfir til ykkar gestana. Ég ætla að reyna á eins stuttu og einföldu máli að útskýra fyrir ykkur hvað þeir voru að hugsa þegar þeir byrjuðu að þróa sína rétti fyrir nokkrum mánuðum síðan og reyna að gefa ykkur eins góða mynd og hægt er á því sem þið eru með fyrir framan ykkur í hvert og eitt skiptið. En eins og ég sagði áðan, þetta er stór og mikil dagur fyrir klúbb matreiðslumeistara og til þess að stjórna og halda utan þennan undirbúning var fenginn maður sem heitir Sigurður Gíslason vert í veisluturninum. Sigurður, voruð að byrja að undirbúa þetta bara í vikunni? Nei, það nú ekki hægt að segja það. Við byrjuðum í raun og veru í janúar í fyrra. Strax eftir dinneri, þá fórum við og skipuðum í hátíðarnefndina því okkur var ljóst að þetta í 25. skipti sem þetta haldið. Við yrðum að reyna að toppa okkur. Í fyrra vorum við með íslenska rétti sem voru búin að nútímafæra, sem vakti mikla lukku. Í ár ætlum við að taka þetta skrifinu lengra, við ætlum að taka þetta í nýnorræna matreiðslu. Til marks velgengni nýnorrænu matreiðslunar, þá eru við til dæmis með veitingahúsið Noma sem hefur verið kosið síðastliðin 3 ár besta veitingahús í heimi og þau eru að flagga svona nýnorrænni matreiðslu. Við ákváðum fyrir 2 árum að vera með nýnorræna matreiðslu þetta árið, afmælisárið og þemað má eiginlega segja svolítið að við séum að sigla inn í framtíðina. Loksins konum með viðurkennda norræna matargerð. Nýnorræn matreiðsla byggir svolítið á því að hún leyfir matreiðslumönnum að nota öll helstu tæki og tól sem gefast í nútíma eldhúsi. Þar sem að ferskleiki hráefnisins er alltaf í fyrirrúmi og það vill svo skemmtilega til að þetta hófst í raun og veru hérna inn á Voxi fyrir einhverjum 9 árum síðan. Voxi fyrsti veitingastafur sem byrja með nýnorræna matreiðslu. Þannig að við erum komin svolítið heim á 25 ára afmælinu. Takk fyrir það, Sigurður. Ágætu hátíðargestir, kvöldvörun að hefjast og ekki til neinu að bíða. Já, góðu gestir, það að sjálfsögðu við hæfi að því að útskýra örlítið fyrir ykkur þessa 4 smárétti sem þið byrjuðu að borða áðan. Þið erum öll búin að kyngja þeim og það er gott og vel. En hann Bjarni Gunnar hérna hjá hörpudisknum á veg og vanda af smáréttunum og ef þú myndir aðeins fara í gegnum með okkur Bjarni, hvað þú varst að hugsa, hvað varst að pæla þegar þú byrjar að búa þetta til og hver er samsetningin? Nú er náttúrulega fólk búið að borða þetta en það er búið að vera að diskutera, var þetta svona eða var þetta hinsegin? Ja, það sem okkur langaði að gera núna, okkur langaði að gera svona alvöru pinnamat eins og var hérna í gamla daga en til að gera það þurftum við náttúrulega að hafa hann á pinna. Þá værum við eins og hérna erum við með nautaribbæ með grænmeti og svo erum við með svona kryddlaðan lauk sem við leggjum yfir og svona aðeins til að þá erum við að hugsa rétti þannig að það er bæði kjöt, það er grænmeti og það er smá sósa á hverjum pinna. En hvernig tekur ribbæi? Er það þá langtíma eldað eitthvað ribbæi eða? Já, við eldum það yfir nótt við 57 gráður og svo tökum við að grillu það með svona gaslóð til að fá þessa svona krösti grillbragð, ekki krösti heldur fá bragðið, ég veit. Þetta er svona norræna eldhús að víkingarnir þurftu að grilla sitt kjöt og það er kannski komið tengingi við það í dag. Okay. Nautið alveg til fyrirmyndar, svo erum við með hérna fyrir framann. Hérna erum við bara með svona laxakrem sem við erum búin að rúlla inn í svona súrdeiði sem við byggum sjálfur. Og þegar maður hugsa sko ristað brauð, þá hugsa maður alltaf smjör. Já. Svo við settum smá svona ristað smjör sem stundum við kalla hnetusmjör. Já, það er hérna ofan á. Það er ofan á og þegar maður hugsa lax, þá hugsa maður kannski kapers. Og þá erum við svona nýta þessa bragðsamsetningar sem við þekkt í norrænu eldhúsi og reyna að gera svona lítinn pinna úr því. Smjörið er geðveikt. Það er svona byggir þetta svolítið saman. Brauð án smjörs er kannski svona ekki... Kröst og, já, hárið, já, vá. Og svo erum við náttúrulega, ef að sumir vilja náttúrulega byrja máltíðina á svona mýkri línum, þá erum við hérna með grænmetispinna. Og þetta eru sko íslenski garðyrkjubændur farnir að prófa sig fram með yrki sem eru fjólubláa gulrótum. Er þetta ekki rauðrófa? Nei, þetta er gulrót. Þetta er gulrót? Og svo erum við með þessa venjulegu að hún tekur á sig svona svipaðan blæ eins og rauðrófa. Hún er þá væntanlega bara soðin eitthvað? Já, hún er bara kryddelduð sem setur þessi ögna ediki og
og svo setjum við náttúrulega smá svona sítrusávexti ofan á til að fá smá áferð í réttinn og svo tökum við hérna bara Rosalega mörg handtök við hvern einasta rétt. Það verður með ögna sítruskremi. Þú vildir hafa þetta flókið. Já. Þá setjum við ögna sítruskremi hérna og hugsið þá réttinn eins og þannig þá erum við komin með svona maukeldaða gulrót, stökka hráa borða og sítrus. Þá er þessi réttur tilbúin. Vá. Rosalega fallegur. Svo náttúrulega pinnarnir, þetta má ekki detta, svo núna getur til dæmis einn þjónn labba með 100 pinna. Já. Ég veit þetta bara ofboðslega fallegur réttur líka. Þetta ofboðslega falleg. Svo það náttúrulega fjórði smárétturinn. Það blómkál. Blómkál er gert á 3 vegu. Afskurinn maukaður, það kryddlagt og það líka rátt. Já. Þess vegna viljum við fá svona áferðin að þú ert að borða allt blómkálið, það 100% nýting, sem mjög gott fyrir kokkana að við erum ekki að henda mat. Jú. En til að gera það svona aðeins svona meira nýjungagjart, þá setjum við hérna duft sem við erum búin að gera úr greniolíu, sem rauninni bara jólatré sem þurfti að fara að farga núna eftir jólin, sem var tekið í matvæsluvél með ögna olíu. Já, vá. Og setjum það yfir. Þetta þá jólatrésduft? Jólatrésduft, svona til að minna okkur að jólin að klárast. Að klárast, eða voru að klárast. Og svo eitt svona norrænt bragð sem ég tengi náttúrulega mikið við Danmörk og fleiri, það piparótin. Jú, auðvitað piparót og Danmörk það sama, sko. Og hún svona rífur og gefur svona. Svo þá myndum við segja að þetta væri svona blómkál á 4 vegum með jólatré og piparót. Nóg smáréttina, við erum öll búin að borða á, þeir voru frábærir og eins og þið sáuð handtökin endalaus hjá þeim. Ótrúleg vinna sem liggur þarna bakvið og eiga þeir þakki fyrir það. Takk fyrir. Já, góðir gestir, það komið að fyrsta forréttunum ykkar og við erum konir hérna niður á Kolabraut til hans Þráins og þú með krabba, Þráinn. Hvar færðu þennan krabba? Herðu, þetta alíslenskt beint úr Hvalfirðinum. Við vorum að fá þetta bara rétt á hann og það föstudagur í dag, þannig að við erum að fara að pilla þetta eftir. Hann sprelllífandi. Þetta grjótkrabbi úr Hvalfirði. Þannig þið eru væntanlega að fara að pilla einhverja 150 krabba? Já, stykki. Já. Og hvað notarðu mikið í? Því að við erum með rúlluna hérna hinum megin, sem ég sé. Þetta lítur, hérna rúllan, hér krabbakjötu komið með eplum og svo epluhlaup utan þetta og svo þetta jurtir. Já. Hvað hann að fara þessi? Hvað ertu að nota úr krabbanum? Þetta aðalega lappirnar og svo það sem heldur löpunum hérna inn í miðjubúknum. En það svona kannski 25% nýting af þessu hérna fer í þetta, þannig að það ekki rosalega. Og þú með eplahlaup utanum þetta. Við skulum byrja að setja diskinn bara upp eins og hann lítur út, hjá ykkur. Herðu, þá byrjum við bara á fyrsta sem þetta diskur sem kaldur volgur. Kaldur og volgur? Já, við byrjum semst á bara kalda hlutunum sem bara svona krabbasalat. Svo erum við með hérna svona humar. Hvað gerum við humar? Hvað er búið að gera við hann? Herðu, saltaður, steiktur og svo þegar við erum búin að steikja hann, þá tökum við pínu sítrónusafa og hérna pínulítið af hvítlauksolíu. Og aðeins yfir hann? Já, bara svona, þá færa sítrónuna og liggur í vökvanum og maðurinn svona létt feskur. Ok. Og hér erum við með? Hérna erum við svo með sólfífilsfroðu. Sólfífilsfroðu? Margir þekkja þetta sem jarðskokkar eða hérna ætihvíslar. Sem svona volg, þannig að volg hlutin af þessu. Hún bara sett svona. Við erum með pínu dill og svo erum við með pínu svona súrdeigskröst. Súrdeigskröst? Sem svona gefur krans í réttin. Jurtaolja, svona vínagretta. Það ekki flóknara þetta. Það krabbi, það humar að hætti Þráins. Já, góði gestir, við erum komnir hér á Hótel Reykjavík Natura, inn á veitingastaðinn Satt. En hér stjórnar hann ægir öllu. Réttur sem við erum að fara að taka núna eru norrænir... Ja, norrænir sveppir og seljurót. Eða seljurót á... Norrænir sveppir
og sellirót. Þannig að við skulum bara byrja að fara í gegnum réttin. Hörðu. Og þá er það fyrst. Hérna erum með, hægelda, langtímaelda sellirót. Í svona sous vide eða langeldun. Já, í vakúmpoka, í vakúm og í hitastýri vatnsbæði sem er í stillinu á 85 gráður í 2 tíma. Hérna er með svona ekki brent, heldur ristað steinselrótamauk. Ristað? Já. Meinarðu? Það er semst bara rauninni sekundan áður það brennur. Þá tökum við það, þá kemur þetta svona mattsá svolítið skemmtilega við sveppina. Þetta er svolítið svona... Er smjör í þessu? Það er ekki smjör, það er ekkert smjör. Það er ekkert smjör? Believe it or not. Ég var örugur að það veri smjör. Heyrðu, svo ofan á það tökum við hérna smá eggjakrem. Þar kemur mýktin þá. Þar kemur mýktin. Ég var svona, hvernig ætla hann ekki að hafa neitt? Já. Og svo þar bætum við, hérna erum með svona, steikta trékantarellur, sænskar og íslenska lerkisveppi. Þetta er svona salsa. Þú ert bara búinn að steikja þetta örlítið og... Búið að krydda þetta með smá eitiki og sjalotlauk, olíu, repjolíu, skandinavískri að sjálfsögðu. Og... Til þess að ná þessu nýnorræna þema. Þetta er náttúrulega svona vetraréttur. Þetta er vetraréttur. Já. En þetta hefur þá ekkert, það er engin, þú veist, það er ekkert í þessu frá Barcelona. Ég veit að þú ert búinn að búa þar síðastliðið 3 ár. Þú komst bara heim hér síðastliðið vor. Já. Þannig að það er ekkert Barcelona í þessu. Þetta er svona svolítið bara nýnorrænt vetur. Þetta er eiginlega algjörlega nýnorrænt. Þó að það sem ég bjó í Katalóníu var mikið sveppi og svona, þá, jú, kannski, maður lærði mikið á sveppina. Já. En þetta er svona hugsa frá skandinavísku sjónarmiðum. Og svo þetta er svo væntanlega. Hérna erum við með lerkisveppaseiði. Já. Sem er, svo ofan á þetta. Já. Þá erum við með djúpsteikt súrdeg sem að byrjaði að gerast í stofuglögganum heima einhvern tímann í haust. Nei, hvað segirðu? Þú er með djúpsteikt. Þá er réttið tilbúinn. Hann er tilbúinn bara. Heyrðu, ég ætlaði nú bara að fara beint í hann hérna. Sellerírótin, sveppurinn, spínatið. Þetta er rosalega örþý. Þetta er jarðar... Já, þetta er svona haust. Já, þetta er sveppurinn er rosalega góður. Já. Norrænir sveppir og sellerírót að hætti ægis á satt. Við erum komin hérna í sjávarkjallarann og Jóhannes er með mér. Í fyrra gerðu þið fyrir okkur desertinn, skyr og ég veit ekki hvað og hvað, en núna erum við með lúðukinnar. Taktu okkur nú aðeins í gegnum hennan rétt. Sko, við erum með sem sagt lúðukinnar, létt saltaðar og létt reyktar og með þessu ætlum við að vera með svartrótarmauk. Sósan er gerð úr krækling frá honum Símoni í Stykkishólmi, stórvinn okkar. Og í sósunni erum við með alls konar grænmeti, við erum með rósakál, svartrót, sýrt blómkál, sýrða lauk, blaðlauk, smá dillolíu og íslenskar rækjur. Fyrir þá sem ekki vita, þá fórum við í viskubankann hjá Óla og hann sagði okkur að svartrót væri rótin af sólblómi. Mikið rétt. Þannig að það er sannlega hárrétt. Hvað eru búin að vera lengi að þróa þennan rétt? Er þessi réttur hér á matselinum eða? Sko, þessi réttur þetta er raun og veru blanda af 2 réttum sem við erum búin að vera með þetta matselin með okkur. Og hérna, sósan fylgdi öðrum rétt og við höfum verið að nota þessu lúðukinnar mikið, það eru mjög skemmtilegar. Við skulum bara byrja að setja réttin saman. Herru, þá tökum við maukið og hérna, gefa örlítið að doppa því hérna. Og kinnin er sem sagt hæg elduð. Hún er elduð í vakúmpoka, svokölluð sous vide matreiðsla, á 46 gráðum í 20 mínútur. Sous vide hæg eldun? Já. Potturinn er á 46 gráðum? Já. Þannig maður getur nú sett hendinn ofan í? Já. Svo er hérna væntanlega. Síðan kemur sósan með öllu fíneriðin í. Þegar rétturinn er að koma inn til ykkar eins og þið sjáið að þá eru þið eingöngu komin með lúðukinnarnar og svartrótarmaukið á
og þjónarnir eru að koma með sósuna á eftir og svo endar á því að sitja hér yfir. Hérna erum við með steikt brauð Já. og söl marens sem að er... Söl marens, það er þetta hvíta? Já. Það er svona góð. Þetta er skemmtilegt. Hvaðan kemur þessi hugmynd að sölunum? Eða setja söl og marens saman? Þetta er bara eitthvað sem að ég og Óli Gústa tókum hérna í sammenningu og prófuðum. Það var svona skemmtilegt. Gjörðu svo vel lúðukinnar. Við erum komnir ofan í kjallarann á Sjávargrillinu á Skólavörðustíg. Hérna í hliðina á mér er hann Gústi, en hann er veitingamaður, vertinn hérna. Þú fékkst það verkefni að taka íslenska hreindýrið og setja það í ný-norrænan búning. Já, það sem ég hugsaði er það að hreindýr, þá hugsa maður ofta svona steik eða eitthvað svona sem er svona þungt í maga. Já. Og þar sem þetta eru nú margir réttir, þá hugsaði ég að fara svona ferska leið með það og taka það í tarta og er með svona ferskt meðlæti með því. Þannig að þetta er svona létt máltíð. En byrjum að setja réttin saman. Já, ég ætla að byrja hérna ég er með hérna sinnep sem ég er búinn að hleypa. Og það set ég hérna á diskinn. Ok, höldum áfram. Svo er ég með hérna tartana. Hvað ertu búinn að gera, hvað vöfði er þetta? Þetta er læri, hreindýralæri. Og ég dressa hreindýrið með fáfnisgrassi og sjalotlauk. Svo setja smá dill og smá salt. Fáfnisgrass er það sem var kallað í gamla daga estragon eða ekki? Jú, mikið rétt, sem er oft notað í bernesósu. Jú. Hérna er ég með það. Já. Svo er ég með fáfnisgrass majónes. Þannig að ég set smá hérna til að fá smá svona krem. Svo er komið að grænmetinu. Þá er ég með tvenns konar svona skurð á rauðrófum og... Sama útvæslan eða piklaðar eða? Já, piklaðar. Þá er næst komið að því að setja rúgbrauði. Rúgbrauð? Já. Hvar færði þetta rúgbrauð? rúgbrauð? Þetta er frekar sætt rúgbrauð. Þetta er vestmanningur sem bakar þetta fyrir mig. Þannig að þetta er örugglega verið bakað í hólum í gamla daga fyrst, þessi uppskrift. Þetta er svona svolítið sykur. Já. Þetta er eiginlega sætt. Þetta er svolítið sætt og svo er búið að setja fræ í þetta fyrir mig. Þannig að ég smelli því hérna með. Hérna er ég með brenndan blaðlauk. Brenndan blaðlauk? Já, það gefur svona eins og grillbragð. Og svo er ég með hérna reykta olíu sem ég er búinn að dufta. Reykt olía, segðu okkur aðeins hvernig maður reykir olíu. Já, það er sko, ég tek bara olíu, set í dall og svo set ég reyk ofan í dallinn og plasta fyrir og læt bara standa endalaust. Gott. En byrju, er diskur tilbúið svona? Nei. Hvað hefur þetta að gera? Næst er komið að setja jurtinnar á. Já. Það er dillið. Það er dillið. Það er dill. Byrjum á því. Setja hérna garðkassa hérna ofan á tartana. Garðkassa? Já. Og þú kannski kannast við bragðið á honum. Það er smá sinnebi, það er sinnebi í honum. Já, þannig ég tengi það saman við hleypta sinnebi sem ég er með. Svo tek ég hérna maltóið, reykta. Maltóið er segist olían, reykta olían. Og ég blanda það saman við maltóið og þá duftast olían. Set hana hérna yfir grænmetið og svo tek ég smá brendan, blaðlauk, set hérna yfir. Svo í lokin, bara rétt áður diskurinn fyrir fram í sal, þá eru búin að taka selleri og einiber. Og einiber er náttúrulega frábær með hreindýri. Og þetta er svona loka hnykkurinn á réttinn sem gerir svolítið réttinn. Færðu smá svona krab með, sem ég set bara alveg í lokin. Já, það er svolítið pínulítið nýtt að borða krab og tartar saman, sko. Já. Þannig að þetta er snilld. Svona gerir Gústi á Sjávargrillinu hreindýratartar. Gjörðu þið svo vel. Í Hótel- og matvælaskóla Íslands, þar sem Ragnar og Guðmundur ráða ríkjum, það er svolítið gaman að segja frá því að fyrsta uppkastið af réttinu þeirra gerðu þeir saman í september á þessari ágætu teikningu. En þeir eru með íslenska villigæs, lifur og allt sem við á að borða, strákar. En þú myndir kannski, Guðmundur, byrjaði að segja okkur hvernig handerið þið gæsina? Já, gæsina við hreinsum hana, sínur hreinsum hana og
lögðum hann í smá olíu og vakúmpökkuðum mig og höfðum hana þannig í 3 vikur og síðan var hún söltuð, létt söltuð og bara 6% pækil á líterinn með kryddjurtum og hunangi og heilum pipar og það var söltun eitthvað 4 daga og síðan hægöldum við hann í ofni í olíu. Í hvað langa tíma? Í 4,5 til 5 tíma á 58 til 60 gráðum. Þannig að þið létu þetta liggja í 3 vikur, svo er þetta saltað, svo er þetta hægældað og núna er hún tilbúin hérna. Já. Vá. Ragnar, en lifurinn, hvernig unnuði lifurina? Lifurinn er hérna, eins og við sjáum, þetta er íslensk villigæsalifur, eða gæs. Og hana fengum við svona með að fara á marga staði og finna slatta hér og þar. Hún er sem sagt bökuð í þessum hulsum hérna, görnum svo kallað, gerfugörnum. Og í henni er sem sagt gæsalifur, mikið af smjöri til þess að mýkja hana, egg og síðan svona leynikrydd. Leynikrydd? Já, svona eitthvað sem við sitjum í. Við höfum verið að þróa þetta töluverðan tíma. Nú með gæsinni berum við sem sagt fram fíkjur og epli og þá má spyrja sig hvað eru fíkjur að gera í íslenskri matagerð en fíkjur kom alltaf með jólaskipunum til Reykjavíkur rétt fyrir jól og þá fengjum við gráfíkjur og epli. Já. Svo þannig tengjum við þetta saman. En hvað ertu þá að gera með rúsínur, timjan, dill, valhnetur, Valhneturnar tengjast alveg jafn mikið íslenskra matur, nákvæmlega eins og hrísgrjón og hrísgrjónagrautur. Það er íslenskt en hrísgrjón ekki ræktað á Íslandi. Svoleiðis að þetta er fast í okkar matartradísjón. Norrænt. Norrænt. Og rúsínar fara hérna í. Já. Þú eru með rúsínar í kæfunni. Já, og litla bita af líka. Og svo Guðmundur, hvað var kryddblanda sem hann var að tala um? Ég náði því ekki alveg. Það er hérna sem við erum alveg með spes, sko. Er þetta eitthvað heima tilbúið og lagað? Þetta er bara lagst í móan og beðið aðeins að fara að hausta. Sko þetta er þurrkað í bara grísjum hérna. Þetta er rjúpnalög og fleiri kryddjurtir. Já, vá. Með þessu erum við með bláber. Frostþurrkuð. Frostþurrkur íslensk bláber og þau mylja svona. Já. Og þetta setjum við ofan á gæsina með pralín. Í pralínu, það er náttúrulega sykur og í pralínu eru þessi bláber og kryddjurtin. Og þetta er svona til þess að fá sýru og sætu ofan á lifrina. En Hótel- og veitingaskólanum, takk fyrir okkur. Það var hann Gunnar Karl sem fekk það verkefni að vera með ískrabbið. Það er jú hugsað til þess að hreinsa bragðlaukana og aðeins að koma okkur á stað fyrir aðalréttin. Gunnar, hvað erum við með hérna fyrir framlag? Hvers konar ískrabb erum við með? Hörðu, ískrabb, einhvern veginn flestum myndir kannski dett í huga ávaxta tengt eitthvað. Þetta er rauninni, þetta er nær því kannski vera grænmetisréttur heldur en ávaxta eitthvað dæmi. Ég ákvað að búa þetta til úr aðallega úr rófum, íslenskum rófum, smá eplum og selleri. Þannig að ískrabbi sem við þekkjum sem, eins og þú segir sjálfur, svona eitthvað ávaxta, gúrku, eitthvað til þess að hressa. Þetta er meira í græn. Ok, setjum maður saman. Þetta er svona nánast orðinn grænmetisréttur, sko. Já, leiðu fólkinu að sjá hvað þú ert að hugsa. Hörru, við byrjum hérna. Já. Við erum með svona gamaldags krabb. Já. Bara þetta venjulega sem er bara kjurfrist og svo skrapað upp. Þetta er búið til úr rófum og selleri. Og við bara setjum þetta í frosinn bollan. Svo tökum við sorbet. Og þetta er lagað svona meira kannski á hinn nýja máta, sko. Þetta er í rauninni sama krabbið nánast, sko. Nema hérna er þetta bætt út í þetta súrmjólk. Og svo er þetta keyrt upp í pakotjettinni hjá okkur. Sem er svona ísvélin okkar, sko. Þetta er rosalega ferskt. Gott. Þetta er ferskt. Það er einmitt tilgangurinn, að þetta sé ferskt. Og það fer? Það fer bara beint ofan á frosið krabbið. Og tökum við rófurnar okkar. Já. Er þetta svona rófur bara eða? Nei, ég er bara búinn að skera það niður, setja það í vakúum
með smá sykursírópi, eplaediki, smá salti. Já, þetta svona í... Það eru svona eiginlega svona marineraðar og svo svona... Já, svolítið kröst. Já, svolítið kröst en þá sko, þannig að þær eru svona aðeins undir tönn. Sérstaklega fínt svona þegar þetta er svona, það sem þetta er svona, hugsað sem svona ferskur réttur sko. Þú varst ekkert að spara sykurinn í rófurnar sko, ég finn það alveg sko. Það er, já, þú veist, mér finnst það gott. Þetta er... Hérna erum við með smá teninga af eplaedikslaupi. Já, á móti, já. Og það kemur vel súrt ofan á. Við ætlum að setja nokkra dropa af dillolíu. Dillolíu? Já. Og þetta er sko, hún er rauninni búin til þannig að það er eiginlega meira dill heldur en olía í henni sko. Þannig að hún er alveg eitugræn og svona bragðsterk sko. Prófa hana. Kíkja þetta. Já. Þetta er svolítið brilljant hjá honum að nota dillolíu og mikið af dilli. Þetta er svona falin auglýsing. Þetta hefur auglýsingagildi. Hérna erum við svo með eplatagliatelle. Já. Það kemur ósköp einfaldlega bara svona ofan á toppinn. Hvað ertu búin að gera við eplið? Af hverju er það eins? Hörðu, það er bara skorið svona niður í þessar lengjur og svo er það eldað í sykursírópi sem svo er búið að sýra með eplaediki og eplasætir. Svo ætti að setja smá dill yfir þetta. Smá dill á toppinn. Já, dill er á toppnum, já. Dill er á toppnum, það er bara hannig. Hörðu, þá er þetta froðan og hún er ósköp einfaldlega löguð úr safanum sem kemur úr eplapókanum sem er þá eplaedik, sykur, vatn og smá dill náttúrulega. Það er svo búið að bragðbæta þetta með smá salti þannig að þú fær bæði sætu og seltu ofan á krabbið þitt. En meðan þið að gæða ykkur á rófu súrmjólks ískrabbinars Gunnars Karls, þá ætla ég að stökkva niður í stúdíóið hjá honum Tolla listamanni. Já, eins og ég sagði að þá erum við komin í svolítið öðruvís eldhús. Við erum komin í vinnustofuna til hans Tolla. En jú, Tolla er með klúbbi matreiðslumeistar núna í annað skiptið. Þetta hópur listamanna sem hefur komið að því að gera diskinn síðastliðin 25 ár og Tolla er sá fyrsti sem er að gera hann í annað skiptið. En ein af ástæðunum fyrir því að Tolla er með klúbbi matreiðslumeistara í annað skiptið núna á 25 ára afmælinu er sennilega svo að hann er eini listamaðurinn sem er með disk, svona undir disk, allt árið kring á veitingastað í London. Tolla er með undirdisk á Texture, staðnum sem Agnar Sverrisson á, Michelin stjörnukokkurinn okkar Íslendinga og þeir hafa átt ágætis samstarf. Tolla hefur verið með myndir þar á veggjórum, þannig að þú ert nú svolítið tengdur mat og matagerð. Algjörlega sko. Og það er ánægilegt að segja frá því að ég er búinn að vera samferða Agnar alveg frá því hann byrjaði undirbúningin að þessu veitingastað. Og á þessu tíma sem ég hef verið að vinna með honum að þá erum við búin að skipta út myndum í tvígang. Hvenær byrjaðir að setja þessa hugmynd niður? Hvenær byrjaðir að... Já sko, þegar Siggi kom á máli við mig og bauð mér þetta heiðursæti að fá að vinna með okkur þennan disk í tilefni af 25 ára afmæli þessa kokkabandalags og þú veist, mikill sómi og heiður að því sko. Og þá kviknaði strax þessi hugmynd, þannig að ég var dálítið gírugur í að fá að vera með. Ég hugsaði, heyrðu, ég er með alveg dúndur hugmynd sem að mig langar til að setja á disk, sko. Svoleiðis að ég sendi honum hugmyndina og hann keypti hana og svo unnum við þetta og ég held að þessi allir bara mjög ánægðir með þetta, en það sem inspirerar, sko, þetta verk er gosið á Fimmvörðuhálsi, en þangað fór ég upp og stóðu við eldhafið og það situr ennþá í sinni mér og svona kemur það sko út, klárlega sko. Það er auðvitað, ég er búinn að taka nokkra seríur sko út frá þessu gosi, en ég hef auðvitað aldrei farið með það í þessa átt, eða á þennan hlut. Þannig að þegar þetta tækifæri gafst, þá fannst mér þetta alveg upplagt að stíga inn með þennan eldmóð yfir á postulínið sko. Já. Það er gaman að þessi diskur er eins og þið sjáið öðruvísi en þeir 24 sem undan hafa komið og það er kannski snilldin, það er engin matadiskur eins.
Já, það er komið að aðalréttinum og það er að sjálfsögðu vel við hæfi á þessu 25 ára afmæli að við höfum þetta svolítið klassískt og jú, hvað er klassískara en lambakjöt? Við erum komnir hérna á Hilton, við erum komnir á Vox og strákarnir hérna við hliðina á mér Siggi og Fannar eiga veg og vanda af þessum aðalrétti, lambakjötsrétti. En ég veit hins vegar að hann er búinn að vera á seðlinum hér í mörg ár en þeir hafa hins vegar síðan einhvern tímann í október verið að laga hann og bæta hann og gera hann betri. Þannig að strákar, hver er svona útkoman hjá ykkur með þennan lambakjötsrétt? Þetta er sem sagt, við erum búin að græða hérna hvítlauks kartöflumús sem er svona reykjum, þannig kemur góður reyk kemur af þessu. Við erum með lambatungu sem við sjóðum upp úr sveppasoði, sveppi, dressaði til með jurtum, saltbökuð sellerót og gulrætur og sen erum við með sveppasoð. En þá ekki bara við hæfið að fara að raða þessu saman? Þetta, sagður reykur? Já. Það er ekki bara að fá lambið saman? Já, finnur það kemur á bakvið, það kemur svona reykurinn. Góður reyk kemur. Mér finnst þetta bara virkilega gott. Gefur reynum gott gikk. Ok. Svo er það tungan. Með lambatungu hérna. Hún er soðin í sveppasoði. Ok. Hún fer þarna á. Þeir eru eldaðir með smá ediki og olíu, þannig að kemur svona smá eplaediks kemur af þeim. Og svo eru þeir létt steiktir með smá smjöri og tossaðir með smá steinselju og sjálfallug. Þannig kemur saltbakaða. Þetta er sem sagt hérna bara sellerót sem við erum búin að taka hérna basically bara svona köttlusalt sem við erum búin að blanda eggjakvítum saman við. Sem bjökum við þetta í ofni alveg klukkutíma og bara heila sellerótina. En býtu, eru þá mjúk og fín eða? Alveg svona góður, bara alveg natúrlegur bragð, maður bara búið að salta. Og svo er hérna gulræturnar. Það eru bara svona létt soðnar og dressaðar. Þetta er náttúrulega aðalréttur á 25 ára afmæli Klúbb matreiðslumeistara. Þetta á að vera klassískt, þetta á að vera virðulegt. Þetta er bakaður. Hann er morðlaugur bara, hann er steiktur sem sagt, aðalega á annar hliðinni, þannig að hann verður svona nánast brenndur. Já. Er þið uppáhaldið mitt á svona að fara hérna á? Já. Þetta er stökk lambafita. Bara eins og að koma til mömmu bara í steikina, sunnudagssteikina. Ég fann það því að ég var að smakka það, kemur þetta svona, þannig að diskurinn ykkar er að vera tilbúið núna. Sveppasoð, flestöll hérna í salnum með öll af okkur kunnum og getum búið til gott kjötsóð. En hvernig býr maður til sveppasoð, strákar? Er það búið til eins og kjötsóð eða? Í grunninn er þetta kjötsóð, en svo notum við gríðarlegt magn af sveppum til þess að fá sem mesta sveppabragð í þetta. Við spörum ekki til, náttúrulega klárlega ekki hérna í kvöld. Nei, það er alltaf dýrasta sem getum fengið notað. Já, og svo notum við einnig mikið lauk og hvítlauk og það er bara, í grunninn er það þannig. Lambahryggur hér á Hilton og Vox að hætti þeirra Fannars og Sigga, gjörðu þið svo vel. Við erum komnir hérna til hans Ásgeirs Sandholts nýri bakari, en hann er með desertin ykkar sem er jú næst síðasti rétturinn sem þið sjáuð í kvöld. Og þessi réttur er nú eiginlega svolítið mikið frægur vegna þess að þetta er súkkulaði desertinn sem Ásgeir var með í keppninni núna í október World Chocolate Master. Er þetta nákvæmlega sami réttur þú varst með í keppninni og varst í 3. sæti með? Já. Heyrðu, frábært fyrir ykkur að fá að smakka þennan rétt. Eini munurinn sem þið sjáið hérna er að þessi diskar voru búinir til sérstaklega fyrir hann þegar hann fór í keppninu og eru úr birki. En þið eru hins vegar að fá þetta inn á hvítum diskum. Við skulum fara beint í desertinni. Já, það sem er uppistandandi er að þema keppninu var tré og þess vegna reyndum við að fá tré inn og við fengum besta íslenska tréð sem er birki. Og það sem við reyndum í byrjun er að byrjuði að setja exotíska karmelu. Exotíska karmelu, ég veit hvað. Það exotíska er aðalega því að ávöxturinn kemur frá landi sem er ekki Ísland. Síðan erum við með kakóbaunir, bakaðar. Þannig að það eru svolítið að það er aðeins remma í þeim, er það ekki? Já, remma í þeim og sæta í karmelunni. Og síðan hérna erum við með exotíska guavasósu. Já, ég var búinn að smakka þessa sósu hjá þér. Mér fannst hún algjör sælgæti. Það liggur að þetta að drekka hana. Og til þess að gefa sósinu meira líf að þá setjum við smá
Býtu, þú ert að setja út í mangóið... Fest mangó, læm, hlaup. Já, læm, hlaup. Já. Til þess aðeins að rífa upp mangóinu. Aðeins að gefa mangóinu svona meira líf og af því að þetta er ekki það mikið. Síðan, það sem við gerum, sem við erum aðalega að nota það í grænmeti, er rauður rósapipar. Hann er æðislegur. Og hann gefur sér svona skemmtilega svona öðruvísi og eitthvað sem að fólk er ekki vant að borða, kannski rósapipar í desert. Þannig að... Ok, þetta fer beint ofan á sósuna. Síðan fór ég upp í Heiðmörk og tíndi birkilauf og bjóð til birki marshmallow sem við ætlum að setja með. Marshmallow. Birki, er þá? Já, þá tókst mér að fá bara birkibragð í vatn sem að skóp þetta. Með þessu er náttúrulega Óbóðslega mjúkt og gott bragð. Þetta er ekkert eins og, þetta er ekki svo bíta í tré. Nei, alls ekki. Einhver mýkt í þessu. Já. Síðan erum við með kakóbauna-ís sem er óbóðslega léttur súkkulaðís. Já, ég var búinn að gleyma að ég átti að sjá hann. Þú áttir að sjá hann fyrir mig. Og það sem við erum með kakóbauna-ís og það er ekkert súkkulaði í ísnum. Það er bara mjólk og síðan eru infjúsaðar kakóbaunir. Infjúsað á íslensku þýðir væntanlega? Kakóið hefur lagt í og tekið aftur. Ok. Það er rosalega mjúkur. En hvar er það svo aðalatrið þessu? Hvar er heita súkkulaðimúsin? Hvar fer... Heita súkkulaðimúsin, hvar er hún? Höfum við haldið heitri í rjómasprautu. Já. Og við munum servera hana hérna við hliðina. Þannig að við pössum okkur að sé ekkert súkkulaði á disknum. Og þetta er kannski það sem fólk hefur sjaldnast smakkað. Allir á að smakka heita súkkulaðiköku, enginn hefur smakkað heita súkkulaðimús. Af því oftast hugsa maður kalt. Ásgeir Sandholt segir, enginn hefur smakkað heita súkkulaðimús. Já. Og sennilega það rétt. Ég hef aldrei smakkað það. Ég vissi reyndar ekki að það verið til. Fremstu dómarar í heiminum, þeim blöskraði þegar heyrðu þessu heita súkkulaðimús. Síðan má gefa þessu svona smá skraut. Ok. Og pínu. Þetta er desertinn sem var í 3. sæti í World Chocolate Master. Já, góðir gestir, við geymdum það besta þátti síðast fyrir ykkur. Við erum komin hér inn á heimili til hennar Maríu, en hún er frá Rússlandi. Vitið það, ég hef bara aldrei séð annað eins á mínum 25 ára ferli. Vitið það, ég á bara mjög erfitt með að sjá munin á alvöru blómum og sykurblómunum hérna. Eins og þið sjáið í myndinni, þetta er ævintýri líkast. Og vitið það, þetta er bara smakkast eins og sælgæti. Jú, þetta er náttúrulega bara sælgæti. María, hvað ertu búin að vera lengi að undirbúa þennan gala-dinner? Ég gera 3 vikur. 3 vikur? Já. Og einhver sagði mér hérna áðan að þú hefur verið að keppa, er það ekki? Já. Búin að taka þátt í mörgum mótum? Já, 2 ár síðasta. Ég keppa tvisvar í Moskó. International Cup. Ég fá 4 gullmedal, 1 brons og 1 silfur. Vá, býttu þú varst á heimsmeistaramótinu, var það ekki í fyrra? Já, síðasta ár ég keppa með skokkulandsliðinu. Ég keppa Luxemburg heimsmeistaramóti. Ég gera karamellu. Ég fá 98%. 98? Býttu, var það þá svona blóm sem þú bjóst til úr karamellu eða? Nei, hérna mjög lítið. Ég gera 1 metra 40 centimetra. 1,40 úr karamellu? Yes. Karamell er náttúrulega rosalega stíf og erfið. Já. Já, en María, hvað er að koma núna inn á disknum? Hvað eru gestirnir að sjá núna í salnum? Hérna er orkidei, 6 orkidei svona. Já. Má smaka, gera svo vel. Og frjá rós. Hérna alla í disknum. Þetta er bara sykur, þetta er bara nammi. Já, já. Hérna allt má borða. Það má borða. María, ég veit að þetta er mikið að gera hjá þér á þessu ári. Hvaða keppnir eru framundan hjá þér? Hérna árið, október, Ólympíukeppni. Ólympíuleikarnir? Já. Vá, og hvar eru þeir haldnir núna? Hérna Fiskaland, Elfurt. Ég keppa með skokkulandsliðum. Já, ókei. Og hvað ætlar að gera þar? Ertu búin að ákveða það? Já, ég gera aftur karamellu.
Aftur svona risa karmölustykki? Já, síðasta ári ég fá 98. Hérna árið ég vilja fá 100. Þú vilt fá 100 stig? Yes. Það ævintýri líkast að sjá allar þessar sykurskreytingar og trúið mér, ég á mjög erfitt með að sjá munin á alvöru blómum og svo sykurblómunum. En vitið það, ég finn það leið og ég být í það hvað sykur og hvað blóm. Og með þessum ævintýrlegu sykurskreytingum sem við sáum hjá henni Maríu hérna áðan konfektið hjá ungkokkunum. Og hann Atli svona fulltrúið þeirra. Þú ætlar að fara í gegnum með okkur hvað í þessum mólum og ef við myndum bara byrja, þú byrja kannski bara dökkamólanum. Já, í dökkamólanum erum við með illiblóma saltkaramellu. Illiblóma saltkaramellu. Þessi blóm vaksa víða á Norðurlöndunum og við notum bæði illiblóma edik og illiblóma safa til þess að krydda karamelluna. Þannig eru þið að ná svona nýnorrænu stemmingun í þetta? Já. Ok. Og svo ertu með hvítamólan? Já, inn í honum rifsberi og grenifylling. Og við hjúpum hann með svona léttreyktu hvítu súkkulaði. Léttreyktu hvítu súkkulaði? Já. Síðasti, marshmallow. Þetta bláberjalings sykurpúði sem síðan velt upp úr þurrkuðum aðalbláberjum. Og með hvaða mól ert þú ánægðastur? Hvað finnst þér besti mólinn af þessu? Hvað finnst þér svona, af hverju ertu stoltastur? Ég mjög stoltur af þeim öllum, sko. Já, en það einhver einn sem stendur upp úr. En þessi hvíti kannski svona óvenjulegastur. Er það út af reykbragðinu? Það reykur. Góð áferð á honum samt. Vá, það kemur reykur. Já, þetta bara pínlítið þess að hangikjöt, sko. Já, vá.